Kæru gestir, til hamingju með þessa haustráðstefnu. Alltaf gott að koma í Hafnarfjörð og ennþá betra að koma á iðnaðarsvæðið í Hafnarfirði sem maður finnur svona lyktina af framkvæmdum og svoleiðis. Raforkukerfið sem við eigum saman á Íslandi og getum verið stolt af, það afrakstur af samvinnu milli hins opinbera og einkageirans og ég sem orkumálaráðherra að líta á það sem mitt hlutverk að tryggja að við viðhöldum þeirri stöðu sem við höfum skapað okkur en ekki síður að við sækjum fram og grípum þau ótrúlegu tækifæri sem blasa við okkur í heimi þar sem orkumarkaðir í mjög örri þróun, þar sem tæknin það sem að gerast hlutir sem einhvern veginn engan hafði dreymt fyrir kannski 10-20 árum. Það sem allar þjóðir leggja kapp á græn umskipti og við höfum allt til þess að vera áfram leiðandi en það gerist ekkert af sjálfu sér og tíminn vinnur ekki með okkur. Áskorunin núna kannski svo að fyrir mig allavega að tryggja að stjórnkerfið haldi í við þær svakalega hröðu breytingar sem að verða. Þegar með gervigreindina, gagnaversiðnaðurinn, þetta að gerast svo miklu hraðar heldur en okkur kannski óraði fyrir og þá skiptir einmitt máli, hér var að tala að laða að öflugt fólk, að það væri bleiki fíllinn í orkugeiranum og það þetta einmitt eitthvað sem hefur líka verið áskorun að fá öflugt fólk inn í stjórnkerfi. Núna erum við að byggja upp nýja og sterka orkuskrifstofu, við erum að byggja upp nýja sameinaða umhverfis- og orkustofnun og þar strax að nást heilmikill árangur í að vinna hlutina hraðar, vinna niður stabbann af eldri málum. Ég held að við nú mælst einhver 50% af framleiðni aukning bara núna á síðustu mánuðum og það gerist ekkert að sjálfu sér, það gerist með mjög markvissri vinnu og breyttu vinnulagi og breyttri forgangsröðun innan stofnunarinnar. Þannig að þetta ákveðin áskorun að laga stjórnkerfið að þessum hröðu breytingum sem að verða vegna þess að tíminn vinnur ekki með okkur en tækifærin eru gríðarleg. Og tækifærin, þau eru gríðarlega þegar kemur að orkuskiptum og þegar kemur að verðmætasköpun og uppbyggingu nýrra atvinnugreina allt land ef okkur tekst að láta raforkukerfið okkar halda í við þetta. Og ef rétt haldið á spöðunum þá munu lífsgæði okkar og samkeppnishæfni aukast. Orkuskiptin kalla á nýja tækni, nýja þekkingu og þegar við rafvæðum samgöngur og atvinnulíf þá þurfum við nýja lausnir og innviði, hvort sem litið til rafhlöðu, tækni, til vindorku, sólarorku, nýra orkugjafa og hvernig þeir spila saman. Þetta krefst nýrar kunnáttu og aðlögunar og rekstur orku innviða auðvitað að taka stakkaskiptum með tilkomu snjallvæðingar og gagnadrifinnar stjórnunar. Þetta spilar allt saman. Þá þurfum við líka að vera djörf, hugsa stórt og vera óhrædd við að taka áhættu og fjárfesta í nýsköpun og mennta fólk með hæfnina sem þarf fyrir breyttar aðstæður og nýja tíma. Við höfum góða sögu að segja öðrum þjóðum og íslenskt hugvit í orkumálum, hvort sem á sviði raforku, jarðhita eða á öðrum sviðum, ekki bara mikilvæg útflutningsgrein heldur líka framlag til þróunarmála sem við getum verið stolt af og við höfum sýnt að lítið samfélag getur orðið leiðandi afl í orkumálum. Með samstilltu átaki varð Ísland meðal fyrstu ríkja til að nýta endurnýjanlega orku á öllum helstu sviðum til rafmagnsframleiðslu og húshitunar. Við höfum þekkinguna og reynsluna sem þarf og getum verið fyrirmynd fyrir aðra þjóðir, hvort sem þeir í orkuskiptum samgangna, kolefnisföngun, annarri tækni sem dregur úr losun og eykur sjálfbærni. Þá höfum við alla burðir til þess að halda áfram að vera leiðandi, en það gerist ekki af sjálfu sér. Það kallar á mjög skýra stefnumörkun stjórnvalda og það kallar á samvinnu milli hins opinbera og einkageirans. Og öll þau verðmætasköpun auðvitað sem ráðist í einhvers konar samvinnuverkefni milli hins opinbera sem setur ramman og reglurnar og fjárfestir og svo atvinnurekenda og launafólks. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar
kemur mjög skýrt fram að ráðist verði í aukna orkuöflun til þess að styðja við verðmætasköpun og orkuöryggi allt land og ég hef sett orkumálin á oddinn síðan ég tók við embætti, bæði umgjörð orkumarkaðar og eftirspurnar hliðina á orkumarkaðnum. Þess vegna erum við að setja loksins hátternisreglur fyrir raforkumarkaði, tryggja að neytendur búi við samskonar búi við jafnræði og gagnsæi og það sé hægt að treysta því hvernig hlutirnir gerast, að viðskipta vettvöngum með raforku sé markaður skýrari rammi og starfsumgjörð, að markaðsmisnotkun og innherjaviðskipti eigi sér ekki stað á orkumarkaði. Við þurfum að gera það fyrir það með lögum vegna þess einmitt hversu hratt orkumarkaðirnir eru að þróast. Eins með orkuöryggið þar sem við erum strax búin að samþykkja lög ákveðnar reglur sem gripið er til þegar allt fer í skrúfuna. En sú vegferð heldur áfram, bæði með reglugerðum og svo með framhaldsfrumvarpi á næsta löggjafarþingi forgang almennra notenda. En svo það framboðsliðin sem við kannski ekki síður verið að einbeita okkur að, sem snýst á að ryðja burt hindrunum. Við gerum það með lögum, til dæmis með lögum til þess að eyða óvissu Hvammsvirkjunar framkvæmdir, en líka með því að leggja fram nýja rammaáætlun með nýjum kostum í nýtingaflokki á hverju einasta löggjafarþingi þessa kjörtímabils eins og ég einsett mér. Og svo með mjög róttækri einföldun leyfisferla, þar sem við erum að sameina mörg leyfi í eitt, með það markmiði að tryggja einn viðkomustað. Og ég myndi kannski segja, sko, ef staðan verður þannig þegar ég læt af embætti að það sé hugsanlega hægt að koma orkuframkvæmdum af stað á 5 árum frekar en að það taki 13 til 15 ár. Þá held ég að markmiðinni verða einhverju leyti náð. Ég held að við reynum að svona súmera missjónið niður enskusteltuna í örfá orð, þá mætti kannski orða það þannig. Ef við náum að gera regluverkið þannig að það sé hægt að fara miklu hraðar af stað, og þetta á bæði við framleiðsluhlutann og flutningshlutann, þá væri til mjög mikils unnið. Með öðrum orðum, ryðja hindrunum úr vegi, losa okkur við óþarfa reglubyrði, og það enda gildir ekki bara orkumarkaðinn og regluverk umhverfis og orkumála heldur allstaðar. Þar höfum við þurft að taka mikið til á síðustu mánuðum og höggva á hnúta og afnema reglugerðir sem ég veit ekki hvernig fólk datt í huga að setja. En í orkumálunum náttúrulega, vegna þeirra aðstæðna sem við búum við þá auðvitað snýst þetta á endanum líka loftslagsmálin, og þetta snýst að rjúfa sambandið milli hagvaxtar, milli aukinna efnahagsumsvifa og kolefnislosunar. Og það er hægt. Það hefur verið hægt að gera það í ýmsum geirum. Það hefur verið hægt að gera það í ýmsum þjóðfélögum, og við eigum alveg að geta það líka. En það kallar á samstillt átak, og það gerist ekki af sjálfu sér. En það sem við getum svo sannarlega gert er að styðja af krafti með skýrri stefnumörkun og skýrri laga- og reglusetningu og fjárfestingum við þá þróun að aukinni eftirspurn eftir orku, til dæmis til gervigreindar iðnaðar, til dæmis til landeldis, til matvæla stóriðju, sé mætt með grænni og endurnýjanlegri orku. Þetta er mjög mikilvægt framlag til loftslagsmálanna. Þetta snýst þá ekki aðeins tækni og kolefnisígildi heldur fólk. Þetta er samfélagslegt verkefni og einstakt tækifæri þar sem allir landsmenn, hvort sem þeir búi í borg eða sveit, eiga að geta notið góðs af breytingunum. Og það er þannig sem við forgangsröðum í mínu ráðuneyti, hvort sem er að ræða orkuskipta aðgerðir, hvort sem er að ræða umhverfismál eða loftslagsmál, að þessi umbreyting sem er að verða sé réttlát og bitni ekki á fólki með ójöfnum hætti eftir því hvar það býr eða hverja tekjur þess eru.
Svo eru þetta ytri skilyrðin sem við þurfum að gæta þess að hamla okkur ekki. Áreiðanlegar og öruggar aðfangakeðjur eru lykilatriði í orkuskiptum. Við verðum að hafa greiðan aðgang að nauðsynlegum búnaði og tækni sem þarf í orkuskiptin og undanfarin misseri hafa þetta sýnt okkur hvernig brestir í aðfangakeðjum geta tafið hlutina og við þurfum þá að læra þessu og það kallar líka á að við eflum alþjóðlegt samstarf og við fjölgum byrgjum og þróum meira hér heima þar sem hægt er. Og orku innviðirnir, þeir verða að vera snjallir og sveigjanlegir, rafmagnið áreiðanlegt og þannig að enginn þurfa að óttast orku skort. Það er framtíðarsýnin sem við hljótum að hafa leiðarljósi. Ég veit að við getum náð miklum árangri, rétt eins og fyrri kynslóðir sameinuðust rafvæðingu og hitaveitur. Þá þurfum við núna að sameinast stafræna og græna orkubyltingu. Sameiginlega munum við byggja upp orkuinnviði sem standast tímans tönn og þjóna samfélaginu okkar ókomin ár. Stjórnvöld munu gera sitt og ég treysti því að þið hér inni, sérfræðingarnir, stjórnendur, frumkvöðlar og vísindafólk leggið ykkar að mörkum og framtíðin er björt. Ég trúi ekki öðru. Takk fyrir.